Komiði sæl og velkomin í 5. hádegisstreymi nýsköpunarviku á Norðurlandi. Ég heiti Silja og er verkefnastjóri hjá SSNI. Í dag þá ætlum við að varpa ljósi á nýsköpun í hönnun og með okkur eru Guðríður Baldursdóttir frá Mórúnum og Þórey Edda Elísdóttir frá Visthönnun. Og ég kynni fyrsta til leiks Guðríði Baldvinsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, góðan dag, ég ætla að byrja hérna á því að, heyrðu ekki ágætt í mér annars? Jú. Ég ætla bara að deila hérna á skjánum. Svona, já, eins og góðan dag, ég langar bara að byrja því að þakka fyrir að vera boðið í þetta nýsköpunarhátíð. En ég ætla sem sagt að spjalla við ykkur næstu cirka 10 mínútur fyrirtækið mitt Mórúnir. En aðeins ætla að byrja á því að segja smá deili á sjálfum mér að þá bý ég í Lóni í Keldugörðu sem ég sjá hérna á myndinni og fyrir ykkur sem kannski ekki til, þá er það svona cirka mitt á milli Ásbyrgis og Húsavíkur. Og þar er maðurinn minn með sauðfjárbú, rúmlega 500 kindur. En svona áður en ég byrjaði með Mórúnir þá var ég sem skógfræðingur í 8 ár við ráðgjöf og skógræktarskipulag. Skiptum gír 2008 fyrir að byrjun kreppu fór þá yfir sem í nýsköpunarbransann. Stofnaði fyrirtæki sem ég kallaði sælusápur, þar sem ég framleiddi handgerðarsápur. En ég er svona típisk þessi frumkvöðla típa og er svona ómeðvitað fylgt þessari cirka 7 ára reglu og bent kvæði mínu kross í hvert skipti sem viðfangsefnin er orðin svona óþarflega rútínukennd sem var til þessi seldi sælusápur fyrir 2 árum. Og í kjölfarið þá byrjaði þetta verkefni sem ég kalla Mórúnir. Og það er þetta verkefni að fyrirtæki snýst að vinna með bara alíslenska ull. Eða réttara sagt jurtalitun á ull. Og þá er ég mikið að nota band af mínum eigin kindum. Þá sér vel ég bestu reifin þegar við erum að ríja á haustin og sendi þau spuna á Suðurlandið. Það er svona smáspuna verksmiðja þar sem heitir uppspunni. Og ég læt vinna bæði ullina mislitafénu mínu og hvíta. Og stóran hluta ullana litaði þá með jurtum, en auðvitað noti ég líka ólitaða ullina í sauðalitrinum sem sjáum dæmi hér á myndinni. Og ég er bæði er ég með vefverslun, morunir.is, en er að opna vinnustofu sem ég stefna að opna í sumar, þar sem ég ætla að kynna og selja vörurnar og stefnu á því að komin á korti sem áhugaverðum viðkomustaði fyrir ferðamenn og aðra sem eru á svæðinu. Og þetta er bara mjög stutt málurinn það sem Mórúnir snúast ég ætla að eyða tímanum aðeins til aðra hluti og því að tala eins hönnun, því að fyrir mér þá snýst hönnun ekki bara að búa til fallegar vörur, heldur líka að skoða og skapa þá söguna í kringum vöruna. Og mér finnst að auka verðmæti virðisaukning í því, endilega ekki bara í krónum og aurum til mín, heldur ekki síður hvað sagan gefur viðskiptavinum. Það getur sjálfur sem hver sem keypt og flutt inn, verið notað fyrir Ástralíu, litaðana með duftlitum og búið til virkilega fallega vöru. Og það er heilmikil listræn pæling í kringum það, en kannski sagan er afskaplega lítil. En mér finnst ég ekki síður gert það hins vegar selt viðskiptavinum meira en bara fallega vöru. Ég vil að upprunnin, framleiðslu aðferðirnar og bara varan segi eina samfellda sögu. Og ég ætla að sýna ykkur nokkra pælingar hvað ég hef verið að gera í sambandi við það. Og ég hef til dæmis verið að leggja áherslu á að nota þessar plöntutegundir sem eru taldar ágengar til að lita. Og þá er ég að tala eins og til dæmis lúpínu sem við sjáum þarna á myndin og dæmum bandlita með lúpínu upp í hægra horninu. Og líka hef ég notað skógarkerfilinn sem algjör plága
njólan sem náttúrulega víða heima við bóndabæ og annars staðar. Og þetta sem sagt allt saman plöntur sem mjög auðvelt að safna í miklu magni og sem sagt bara eftir því sem raunin það þannig, eftir því sem meira tekið af þeim betra það fyrir umhverfið. Og sem sagt þegar að viðskiptavinurinn heldur á þessu litaða garni í höndunum, þá fær hann að vita sko að við litun á garninu hefur við verið að nota þessar plöntur sem virkilegt offramboð af og að nýtingin þeirra gengur ekkert á náttúruauðlindirnar. Annað dæmi að ég hef reynt að nota sem sagt mikið af ullina mislitu kindunum. Þetta sem sagt ull sem fer í flokk sem við kallar M2 í vinnslunni Ístex og þetta sem sagt ullin af þessum goltóttu, flekkóttu, botnóttu og grámóruðu kindunum. En sem sagt af fullorðnu fé þá sú ull sko algjörlega verðlaus. Bóndi fær 0 krónur fyrir hana hjá Ístex. En yfirleitt þessi ull sko að sömu bara gæðum og önnur ull. Það bara í rauninni liturinn sem gerir hana verðlaus því það svo erfitt að staðla galllitin í stórum framleiðslulotum. En þegar ég læt vinna slíka ull fyrir mig í uppspuna, þá get ég sagt og fái rauninni svona sanngjarna og ekki uppreist æru og sanngjarna meðferð. Og viðskiptavinurinn sem fær slíka ull í hendurnar fær að vita að með því að kaupa hana þá kemur hann í veg fyrir sóun á hráefni og auðvitað hjálpar líka til við að varðveita þessa litafjölbreytni í íslenska sauðfjárstofninu sem bara gríðarlega bara merkileg og virðist virði að varðveita og halda upp á. En annað, ég hef líka lagt svolítið áherslu á að rækta forystufé og nýtt ullina af þeim, virkilega skemmtilegur, sérstakur stofn. Og líka, eins og við sjáum hérna miðjunni, þá hef ég tvær kollóttar kindur. Ég að byrja að rækta sérstakann feldfjárstofn, en feldféð bara sérstakt afbrigði af íslensku sauðkindinni sem hefur verið ræktað með tillit til feldgæða og ullargæða, en alls ekkert verið að horfa á kjötframleiðslu. Og síðan þá ég byrjað að blanda þessum tveimur stofnum saman til þess að fá sko alveg sérstaka ull. Og þetta tekur alltaf tíma, kynnt taka tíma og í nýbyrju. Ég samt búin að fá svona 50-50 ull sem að lofar bara mjög góðu varðandi mýktina. En það má segja sko ullargæði getur varla haft sko meiri rauninni sögu á bakvið sem heldur að vera að blanda þessum mjög sérstakur stofnum. Það bæði sérstakir innan íslenska sauðfjárstofnsins og svo náttúrulega íslenski sauðfjárstofninn mjög sérstakur á heimsvísu má segja með alla sína litafjölbreytni og hirndar kindur og því umlegt. Síðan hef ég verið að leika mig með sko ennþá mjög nákvæmar upprunamerkingar á garninu og ganga svolítið langt í rekjanleikur en það verkefni sem í vinnslu og ég ætla að sýna ykkur smá myndband hvernig það getur virkað. Aðeins hérna spá, það eru fleiri glæri hérna. Svona, flott. Já, ég mjög spennt fyrir þessu merkingum fyrir QR-kóða, sérstaklega fyrir bara svona smáfræðilega framleiðendur sem mjög víða, sko, því að við getum virkilega skapa okkur sérstöðu með því að hafa þennan möguleika að uppruna merkja vöruna bara alveg heim í hlað. En það bara tvennt sem langar til að segja svona að lokum.
tala til þeirra sem eru að hugsa að stíga sín fyrstu skref á nýsköpunarbrautinni, en fyrsta lagi láta sko alls ekki úrtöluraddir tala úr sér kjarkinn. Og þá ég ekki síst líka að tala bara síðan eigin svona innri úrtöluraddir, því að yfirleitt erum við sjálf okkar svona stærstu gagnrýnendur. Og svo annað líka, þó maður sé kannski með hugmynd sem manni finnst í útgangspunktin ekkert bara ofboðslega frumleg, að þá til dæmis, ég var svo sannarlega ekkert svo fyrsta sko, sem framleiddi handgera sápur eða ekkert svo fyrsta sem að lita garn hérna á Íslandi. En það snýst rauninni bara að finna sína sérstöðu, sko, bara hugsa sko, hvað get ég gert úr þessari hugmynd sem virkilega mitt, öðruvísi heldur en aðrir hafa gert. Og rauninni ástæðan fyrir ég set hérna inn þessa mynd af hrútahauskúpu, því það þetta svona óvænta sem kemur stundum upp á í svona tæmum sem ég með, sko, að ótrúlega satt að það var þetta orðin mín, sko, vinsælasta söluvara. Það eru svona hauskúpur, sko, þetta ég hef sko mikla trú á því að fullnýta afurðasauðkindarinnar og frekar að senda gömlu virðulegu hrútana á slátur og svo fá einhvers staðar langt undir 5.000 kallinum fyrir þá, að þá hef ég gert svona hluti úr þeim og þetta fer náttúrulega á tíföldu virði, þetta veruleg virðisaukning í þessari framleiðslu. Og þetta svona, það sem kemur svo óvænta vöruþróun sem kemur stundum bara upp í hendurnar á manni. Og sem fyrir mig þá sem lítið fyrirtæki, þetta bara nauðsynlegt að hafa þessa sögu og bara einfaldlega týnast ekki. Og svo líka þetta með sko, sem að fyrir stundum ófrumlegu hugmyndirnar að ég meina það var búið að skrifa sko 20.000 af sakamálasögum áður en Yrsa og Arnaldur fóru að skrifa sínar bækur. Ef þau hefðu hugsað sko, það er búið að gera þetta allt áður, af hverju ég að gera þetta? Og þá yrði ekki svona mikið úr, það var ekki spennandi að lifa. Og eiginlega bara líka að lokum sko, að góðar hugmyndir það eru svo sem lítils virði með að bara í kollinum á manni. Og bara takk fyrir. Nú ég stopp sér. Takk fyrir þetta Guðríður, alltaf gaman og sérstaklega brýninguna í lokinni með úrtölunar. En það sem að mér er svo gaman að sjá hvernig þú ert að nýta ullina af mislitukindunum og í leiðinni að fagna fjölbreytileikanum og þú veist, ég fylgist alltaf svolítið spennt með öllu sem þú gerir. Ég er með 2 sko spurningar. Var þetta þegar þú varst með rekjanleikan, þannig appið, gat ég séð kindina sem að garnið var af? Sko, þetta í þróun hjá mér. Ég ekki búin að, ég að vinna í þessu. Sko, í rauninni þú getur sett sko, hvað sem á bak við þetta. Þú getur þess vegna að vísa bara í einhverja mynd á Instagram eða þú getur vísað í bara af YouTube. Sko. Þú getur þess vegna sýnt sko, garnið á forystukindum, sýnt myndband af þeim hlaupandi sko, í einhverju óþægileg smalamenn. Sko. En það bara alltaf, það rosalega mikið möguleikum og þetta svakalega einfalt að gera þetta. Já, ok. En skemmtilegt. En svo hin spurningin af því þú talaðir á 7 ára fresti og nú eru svona 2 ár síðan þú lagðir sælusápum og byrjaðir á mórúnum. Hvað næsta hugmynd? Það nú alveg sko, það 7 ári það. Ok. Ó já, gott að heyra. Herru, bara takk kærlega fyrir að mæta til okkar og segja okkur frá og ég vona bara að þú eigi góðan dag. Takk. En þá ætlar Þórey Elísdóttir að mæta til okkar frá Visthönnun og segja frá sínum verkefnum. Gjörðu svo vel, Þórey. Takk fyrir. Heyrist í mér? Já, heyrist ljómandi vel í þér. Ég ætla að deila skjánum. Já, bara komið sæl og takk kærlega fyrir einmitt að bjóða mér hérna í dag. Alveg mikill heiður. Fyrst aðeins mig. Ég er fjölskyldumanneskja. Við búum á Hvammstanga, höfum búið hérna núna í bráðum 7 ár. Ég er fyrirrandi íþróttakona en starfa mikið í dag sem sjálfboðaliði í íþróttahreyfingunni, þjálfa og er nýorðin varaforseti í ISÍ, ég er mjög stolt af því. Og svo er ég verkfræðingur. Ég kláraði BS í umhverfis- og byggingverkfræði en fór síðan í mastersnám í umhverfisverkfræði.
En síðastliðin 7 ár, eftir við fluttum inn á Hvammstanga, þá hef ég unnið hjá Ráðbera SF sem byggingaverkfræðingur. Og núna hef ég fengið réttindi til þess að gera bæði aðaluppdrætti og séruppdrætti. Ég má sem sagt núna verða sjálfstæður atvinnurekandi í rauninni. Og svo langar mig þá núna að fara aðeins meira aftur út á umhverfisverkfræðibrautina og nýta þá reynslu mína sem ég fengi hérna hjá Ráðbari, hjá Jóni Bjarnaþór, sem nýtist þá inn í umhverfisverkfræðin, sameina þetta tvennt. Og þá koma á stað fyrirtæki sem að sérhæfi sig í svona umhverfisvænni hönnun. Umhverfisverkfræðin hefur auðvitað alltaf togað í mig eftir ég kláraði mastersnámið og byggingageirinn með gríðarlega stórt kolefnisspor eins og hann iðkaður í dag. Þannig að með því að hanna umhverfisvænni hús þá alveg hægt að lágmarka eða minnka kolefnissporið. Já, fyrirtæki Visthönnun var stofnað núna 24. apríl fyrir rétt rúmum mánuði síðan, þannig að þetta svona frekar nýtt allt. En markmiðið að byggja upp fyrirtæki sem sérhæfi sig í hönnun á umhverfisvænni húsum. Fyrst vil ég sérhæfa mig í Svansholtunni og síðar mögulega í Brím. Fyrir ári síðan sótti ég til dæmis námskeið hjá Endurmenntun Svansholtun húsa og fyrir stuttu sótti ég námskeið raköryggi bygginga, þannig að þetta hefur verið svo sem svona í þróun hjá mér. Verið að undirbúa mig undir það að geta kannski sinnt þessu meira. En ég sem sagt vil bjóða upp á fyrirtæki sem að getur sem sagt verið með þessa heildrænu lausn. Ég vil geta veitt alla þjónustuna, en auðvitað ég með lítil verkefni í huga. Ég sé ekki fyrir mér að ég taki einhver risastór verkefni, ég verði auðvitað að vera kannski í litlum einingum, einbytta meira einbýlishúsum og ég vil geta sem sagt gert aðaluppdrætti og séruppdrætti og ég vil sem sagt sjá umsýsluna Svansholtuna sem heilmikið. Ég vil vera með samræmingu og eftirlit, það heilmikið eftirlit sem fylgir þessu og svo langar mig líka í framtíðinni að geta reiknað út kolefnisspor bygginganna og helst hafa það á teikningunni. Hvert kolefnissporið byggingarinnar En það hefur ekki verið neitt það ennþá hérna á Íslandi, en það dálítið birt núna farið að birta það á Norðurlöndum. En fyrsta Svansholta einbýlishúsið, það reis með Urriðaholti árið 2017 og það nokkur hús í byggingu núna, núna í dag í Reykjavík og eitt á Norðurlandi. En mér finnst samt fjölgun þeirra undanfarin ár ekki hafa verið nægilega mikil. Og ég vona svo sannarlega til að fá verkefni inn á borðið mín af þessu tagi. Og ég líka vona með því að geta boðið svona heildræna lausn, að við þurfum ekki að leita kannski marga staði eftir svona þjónustu, og þá hægt að lágmarka kostnaðinn. Því að auðvitað þetta alltaf kannski aukinn kostnaður og margir sem setja fyrir sig að fara út í að hanna eða byggja sér hús sem vottað út af því að umsýslan kostar töluvert. Það svona aðal kostnaður myndi ég segja í því að hafa húsið vistvænt. Það eiginlega stærsti kostnaðurinn, aukakostnaðurinn þessi umsýsla. En þangað til að ég fæ eitthvað verkefni inn á borðið mín, þetta nú bara mánaðargamalt fyrirtæki og aldrei að vita nema að maður fá hvað að gera, að þá kann ég bara að fara af stað með mitt eigið hús og hafa það sem hálfgert tilraunaverkefni. Mér finnst betra að vera búin að fara í gegnum ferli frá A til Ö áður en ég fer að kannski selja mína þjónustu, vera sérfræðingur í þessu án þess að vera búin að fara í gegnum það, það svolítið óþægilegt. Og þó ég sé búin að vinna sem byggingaverkfræðingur síðustu ár, þá hef ég aldrei byggt mitt eigið hús og mér hefur alveg fundist síðustu ára svolítið óþægilegt að hafa ekki byggt mitt eigið hús. Og svolítið svona líkt þessu við að vera að þjálfa íþróttir án þess að nokkurn tímann komið nálægt í að vera í íþróttum. Það svona líking sem að ég sé fyrir mér. Mér svona óþægilegt, þannig að mér gott að vera búin að fara í gegnum þetta og núna að gera það. Og það hægt að fylgjast með því, einmitt inn á Instagram og Facebook undir Visthönnun. Og þetta bara heilmikill skóli og ég núna bara stödd í hönnunarferlinu. Þannig að ég ekki byrjuð á byggingunni sjálfri, ég ennþá bara að hanna og búin að fara í gegnum ýmsa þætti sem að lúta að Svansholtunni, en rétt að byrja.
Ég mitt hafði samband við Byggó. Þau tóku þátt í verkefninu með Finni, það hann sem byggði, Finnur og Þórdís byggði fyrsta svansvottahúsið í Urriðaholti og ég hugsaði að það væri ágætt að hafa eitthvað með sem hefði gert þetta áður og þau eru miklu sérfræðingar í þessum efnisvalinu því að það má ekkert fara inn í húsið sem ekki samþykkt af Svaninum. Þannig að það mjög mikill kostur að hafa þau með mér í þessu. En örstutt hvað sem sagt svansvottað hús. Á heimasíðu Svansins segir þetta að meginmarkmið svansvottunar að draga úr umhverfisáhrifum bygginga, sporna við hnattrænni hlýnun og vernda heilsu þeirra sem koma að verkinu á framkvæmdatíma og þeirra sem nota bygginguna eftir hún tekin í notkun. Kröfurnar ná einnig til gæðastjórnunar á verkstað en skýr stýring á umhverfisþáttum og gæðastjórnun helst oft í hendur. Sem sagt, þetta snýst ekki bara að minnka umhverfisáhrif byggingarinnar, heldur líka fólki sem að fara að vera í kringum bygginguna. Bæði á byggingatíma og meðan þú býrð í húsinu. Það má til dæmis ekki nota neitt heilsuspillandi efni, sem sagt hormónaraskandi efni eða krabbameinsvaldandi efni í húsið. Og það sem sagt bæði vera að huga það að umhverfinu og heilsunni. Það finnst mér mjög mikilvægt. Og mikill kosti við svansvottun. Bara örstutt svansvottun, ég ætla ekki að fara neitt mikið í þetta. Það eru til dæmis í viðmiðunum þá eru 41 skyldukrafa og 14 stigamattskröfur. Þannig að þetta ekki bara að hanna húsið og teikna það. Það er mjög mikið umfang í kringum það að fylgjast með öllu sem í kringum svansvottunum. Það þarf að passa upp á orkunotkun, það þarf að vera rétt ljósastýring, það þarf að auðvitað flokka, loftræsting, dagsljósi þarf að vera rétt, það mátti ekki vera með, fólki þarf líka að líða vel inn í byggingunni. Þannig að þetta mjög svona margþætt. Efni á byggingavörur eru svona stærsti þátturinn á byggingatímanum. Það má, eins og ég sagði áðan, ekki fara neitt einasta efni inn í húsi sem ekki samþykkt. Svo það gæðakerfið og það mikla kröfur gerðar gæða svona eftirlit og það eykur bara gæði byggingarinnar. Allt sé gert rétt og sé gengið frá réttan hátt, vera að lágmarka leka, lágmarka líkur og myglu og allt þetta. En já, næstu skrefin hjá visthönnun það bara að klára tilraunahúsið. Og svo hef ég áhuga að sérhæfa mig frekar í öðrum vottunum eins og brím, bara að skoða það. Og svo horfi ég auðvitað á mögulega samvinnu við önnur lítil fyrirtæki í umhverfismálum. Mig langar alveg að fara að einbeita meira af umhverfismálum á þeim málaflokki. Þannig að þetta bara margt framundan. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórey, og þetta náttúrulega virkilega þarft skref akkurat núna að taka, að fara í þessar umhverfisvænni byggingar. Það gríðarlegt kolefnisspor og ég hlakka til að sjá uppdrættina sem að sýna kolefnisspor hverrar byggingar. Og ég fer ekki með rangt mál á held ég að fyrsta svansvottaða húsið á landsbyggðunum hafi risið hérna daginn og þannig við vonum að þetta verði fleiri mjög fljótt. En ég aðeins að velta fyrir mér fjárhagslegi hvatina því að eins og sagði sjálf að það enn í dag umsýslan og ýmislegt varðandi umhverfisvænni byggingar sem kosta meira heldur en hin leiðin. Einn af fjárhagslegu hvötunum gæti samt orðið sá að þegar fyrirtæki og opinberar stofnanir þurfa að fara að borga, þurfa að kolefnisjafna sig á einhvern hátt og þetta náttúrulega ein af þeim kolefnislosunum sem þau standa fyrir og þau geta að fara að greiða af því, þá sjá þau færi á að fara þessa leið. En einhver annar fjárhagslegur hvati sem felst í þessu til framtíðar, verður efnið einhver leyti betra, verður byggingarnar minni, eitthvað svona, veistu það? Það efnið ekki ódýrara, það eiginlega frekar aðeins dýrara en þá í dag. Okay. En það þó að bilið á milli að minnka mikið. Það frekar að efniskostnaður núna ekki að fara að vera einhver hindrun í því að vilja byggja vistvænna. Þannig að það sem betur fyrir að lagast og bara með auknum kröfum og með því að fleiri byggi á þennan hátt, þá náttúrulega
fara Byrgjar að bjóða upp á fleiri efni sem hægt að setja í svona hús. Þannig að þetta ætti náttúrulega alltaf að þokast í rétta átt. Já, stærðarhagkvæmnin á einhverju tímapunkti kikkar inn, sko. Já, Algjörlega. En takk kærlega fyrir þetta. Mér finnst þetta áhugavert og ég mun fylgjast áfram með þessari þróun í byggingum, virkilega mikilvægt. En og takk fyrir í dag og ég vona að þú eigi líka góðan dag. Takk. En bara svona að lokum þá langar mig að minna á síðasta hádegisstreymið sem á morgun og þá verður rætt nýsköpun í matvælaframleiðslu. Og mér langar líka að minna á hugmyndaþorpið okkar sem enn í gangi og hugmyndasamkeppnin opin fram til morgundags. Og þar að hrannast inn góðar hugmyndir fullnýtingu afurða og við vorum gott dæmi hér hjá henni Guðríði hvernig hægt að nýta betur hlutina. Þannig ég hvet ykkur til að fara inn á norðurland.hugmyndaþorp.is og það hægt að finna þetta á öllum vefsíðum okkar og Facebook síðum. Og endilega taka þátt, það þarf ekki að koma með hugmyndir, það hægt að segja sitt álit á hugmyndum eða benda á, gefa like, bara hvað sem Takið endilega þátt í þorpinu, verðið íbúar. Annars sjáumst við bara vonandi á morgun og takk fyrir í dag.